Komið aftur sæl. Í þessu myndbandi þá ætlum við að halda áfram að vinna með myndir og við ætlum að setja myndir þarna á grænu loftsteinana okkar. Ég ætla að skipta þessum grænu kössum hérna út fyrir myndir og mismunandi myndir meira að segja. Og leiðin sem við förum hérna er ekki svo sniðug. Við munum kynnast betri leið í næsta leik sem við búum til. Við munum ekki sjá hérna eða leiðin sem við förum mun ekki hafa áhrif á gæði leiksins okkar. Þar sem hérna hann er svo einfaldur en mjög mikilvægt sem áður að átta sig á því af hverju þessi leið er ekki sniðug. Heyri, en vöðum í þetta inn í aðal möppun okkar, Space möppunni. Þar byggum við til image möppu, þar sem við geymum allar myndina sem við ætlum að nota í leiknum. Og hér setti ég inn fullt af myndum af loftsteinum. Ætli ég get ekki, hverju fæ ég ekki betri sýn á þær. Það skiptir ekki öllu máli. En þetta er fullt af mismunandi loftsteinum sem ég ætla að nota. Og það sem við ætlum að gera hérna í sprite-skránu okkar, það er að búa bara til hérna eitthvað svona asteroid IMX. Ég ætla að búa til lista sem geymir nöfnin á þeim öllum. Asteroid IMX og þá byrja ég. Fyrsta myndin hét Meteor Brown Big 1.png og það voru 4 svona myndir sem hétu Meteor Big. Það var Meteor Big 2 og þannig að við getum bara afritað og breytt tölunni. Meteor Big 3 og 4 svona. Síðan voru hérna eitthvað sem hét Meteor Brown Med, þannig að það var Med 1 og það voru bara 2 medium, en hinn hét hérna Med 3 einhverju hluta vegna, svona Med 3. Síðan voru einhverjir small, ég held að séu 2 eða 3 small, 2 small, þannig að það er small 1 og small 2, svona komma, bara upptalning hérna, og svo var eitthvað sem heit tiny og það voru 2 tiny líka, tiny 1 og tiny 2. Komma, og síðan var allt þetta hérna aftur. Ég ætla bara að kópíra allan hennan texta, setja hérna aftast og loka listanum og breyta hérna. Það var líka til eins myndir nema bara grey, þannig að ég ætla að breyta hérna allsstaðar það sem er brown bara í grey, svona grey. Eini munurinn er, það var grey medium 1 og grey medium 2, ekki 3. Það var heitinn á myndunum. Þið getið náttúrulega líka, ef ykkur finnst þetta hérna kjánanlega löng nöfn eða eitthvað, þið getið bara breytt nöfnunum á myndaskránum. Heyriði, en svona, þá er ég búinn að búa til hérna lista sem inniheldur bara marga strengi. Hér þá, þar sem við erum að búa til loftsteinana. Núna við ætlum að hætta að nota þetta hér, hætta að nota hérna að búa til myndflöt á ákveðinni stærð og litan grænan. Í staðinn ætlum við að gera eitthvað svona, aðeins að sjá hvað ég gerði hérna með
ship image file, við skulum gera hérna asteroid image file. Hér ætla ég að segja random.choice. Ég ætla að velja eitthvað handahófi úr listanum asteroid imx. Já, ok, þannig að hér ég komið með þetta. Hérna verður þá strengur sem valinn af handahófi úr þessum lista sem við vorum að búa til, en það jafngildir ekki slóðinni að þessari mynd. Ég á eftir að gera hérna path.join. Ég ætla að búa til slóð og slóðin þarf að vera samsett úr imgdir. Þar, þú veist, þessi breyta geymdi slóðina alla leið í image möppuna og ég ætla að skella þeirri slóð saman við nafninu á myndaskránni. Svona. Þannig að þá þetta orðið slóðin alla leið í eina loftsteina mynd sem valin af handahófi. Og svo segjum við self image jafnt og pygame.image.load asteroid img file. Svona. Þannig að nú ég hlaðin myndinni, bý til ramma utan um hana og svo framvegis. Það eru nokkri gallar á þessu hérna hjá okkur, en ég held þetta ætti að keyra. Sko, þannig að hér gameskipið okkar og hér sjáum þið hérna loftsteina eða svona smástirni eða hvað sem við köllum þetta svífa hérna af allskyns stærðum og gerðum. Ef ég skýt einhvern loftsteinin og muniði við þeir bara hverfa ef við hittum þá, koma nýjir í staðinn, og þessi nýju loftsteinar, þá verið að nota klasan aftur til að smíða nýtt tilvik, það ekki? Muniði hérna í main skránni, hér vorum við að athuga hvort það væri árekstur milli skota og hérna smástirna, og ef það varð árekstur þá byggum við til nýtt smástirni. Þannig að þá í hvert skipti sem við búum til nýtt smástirni, þá verið að hérna, þá þetta framkvæmt. Já, valin ný mynd af handahófi og svo framvegis. Það slæma við þetta akkúrat þetta hér. Image load, við erum að hlaða inn sömu myndinni í leikinn aftur og aftur. Ímyndið ykkur ef ég er með 101 loftsteina og þeir nota allir sömu mynd, hver einn og einasti þeirra að nota þessa skipun, pygame image load á sömu skrána. Þetta pínu óheppilegt, þetta eitthvað sem við viljum helst gera bara einu sinni fyrir hverja myndaskrá, hlaðinni einu sinni inn í leikinn og nota sömu myndaskrána aftur og aftur, í staðinn fyrir að hlaða sömu myndaskrá inn aftur og aftur og nota hana oft. Vonandi áttu ykkur á því hvað ég að fara með þessu. Þið hafið sennilega flest spila tölvuleiki þar sem það eitthvað svona loading screen. Já, þá verið að hlaða inn myndaskránum sem á að nota í leiknum í eitt skipti fyrir öll. Það gerist ekki hvert skipti sem að þarf að nota myndaskrána. Henni hlaðið inn eitt skipti fyrir öll og svo voru notuð oft. Þannig að þetta ekki góð leið. Þetta var í lagi hérna með gameskipið, að því að við hvort bara að nota gameskipsklasan einu sinni. Við bara að smíða eitt gameskip og þá var allt í lagi að hlaðin myndina fyrir gameskipið þar. En við að smíða ótal loftsteina og í hvert skipti að hlaðin einhverju mynd eða myndaskrá. Þannig að vonandi áttu ykkur á hérna ókostinum við þessa leið, en við látum hana duga samt sem áður í þessum leik. Þannig að við komin með eitthvað í þessum dúr. Við þurfum að
gera þetta eitthvað skemmtilegra, láta loftsteinana til dæmis snúast. Það er eitt. Svo viljum við bakgrunn og fleira, og eins viljum við kannski setja hérna mynd í staðin fyrir skotin, af því að skotin okkar eru bara svartir litlir rétthyrningar, en núna ættu þið að sjálf, og ég legg til að þið geri það sem bara svona æfingu, þetta sjálf að reyna að setja inn myndir fyrir skotin, og það er gert nánast nákvæmlega eins og fyrir gameskipið eða loftsteinana. Ég mun gera það í næsta myndbandi, en kannski góð æfing að reyna það fyrst sjálf. Takk, þangað til næst.